Úrslitadagurinn er að byrja. Þið náttúrulega farið í 4 leiki meðan að Valsararnir farið í 3. Kostir og gallar? Ég var bara aðlánaður að fá þessa viku. Ætla svo sem ekki að fara að leggja dóm á hitt sko, en það var mjög gott að fá þessa viku. Bæði helgina aðeins til að bara ná okkur. Svo erum við búin að eiga góða viku núna og já, bara klárið sko. Ég hef náttúrulega verið að glíma við smá meiðsli og menn að koma tilbaka og svona, þú veist bara hvernig er staðan á hópnum, hvaða leikmenn verða til taks á föstudaginn? Ég held bara, spyrja bæði lið, það allir að glíma við eitthvað svona, en ég held líka á sama skapið þá munu allir gera sitt og bara vera klárir og kreista allt fram sko. Er einhverjir sem eru svona á síðasta snúning? Nei, ekki þannig, það allir með einhvað, en við mætum bara með fullt við sko. Við erum alltaf búið að tala um breiddina og allar þessar róteringar sem að því að nýttuð ykkur í þessu undanúrslitadegi á Haukum. Er þetta alltaf á klukkunni eða? Nei, þetta er nú kannski ekki á klukkunni, en þetta snýst samt svolítið það að treysta liðinu sínu og við vitum það að við erum með bara fullt af gæðaleikmönnum og þegar þú ert að fara í svona einvígi skilur sem getur farið upp í 5 leiki þá bara þarftu að sjá til þess að það sé alltaf orka inn á vellinum og menn séu á max og við völdum að gera þetta svona, búin að gera það alla úrslitakeppnina, ekki það, við erum alveg búin að rúlla vel í gennum tímabili en svona fundum eitthvað sem okkur leiði vel með og stefnum bara að halda því áfram. Í hverju eru Valur bestir? Ég held að það sé mjög auðvelt að taka hraðarböndum þeirra sem þeirra stærri kostum. Þeir eru virkilega öflugir þar og það verður æri verkefni að koma í veg fyrir það. Hvernig svona leggst þetta í þig, ég meina þú veist farandi úr Haukar FH einvígi, þú veist, var það toppurinn kannski? Nei, það var, ég ætla ekki að neita því, það var frábært einvígi og stemmingin upp á Ásvöllum síðasta föstudag og í Krikanum svo sem þar á undan var bara algjörlega geggjuð og gefur öllum mikið og stækkar félagið líka sko, en við erum fram að þetta Val sem er líka stórveldi í íslenskum handbolta með frábært lið og það er mikil saga milli bara 2 stór félög, þannig að það verður ekki erfitt að ná mönnum upp á tærnar fyrir það held ég. Hver er besti leikmaður Vals? Wow, geggjuð spurning. Mér finnst náttúrulega bara ógeðslega gaman að fylgjast með þessum ungu strákum og ég verð að viðurkenna það. Ég vissi að hann væri góður, hann Gunni, en mér finnst hann alltaf halda áfram að svona, bara bæta sig og með fullt af hlutum. Það er ekki bara að hann sé öflugur í sókn, mér finnst hann góður í vörn líka og með svona ákveðu auga fyrir hlutum þar. Þannig að já, mér finnst hann geggjaður. Skilaboð til F-fanga í lokin? Já, bara, þetta var hrikalega gaman síðast einvígi á móti Val og ef það eiga góðir hlutir að gerast í Krikanum þá þurfum við allt félagið bak við okkur og orkan þarf að vera jákvæð og nálgun þarf að vera jákvæð á þetta og ég vona bara að við eigum eftir að sjá hátt í 1500 F-fanga bara að fylgja okkur á Hlíðarenda.